og það var eins og eitthvað vaknaði í hjartan í mér sem ég hafði aldrei fundið til áður. Þér komuð með Ingólfi í fyrrakvöld. Já. Þér hafið þá komið sjóveg ofan úr Borgarnesi. Já. Þykir yður gaman að ferðast með skipi? Já, ef það hossast ekki mikið. Skelfing talar barnalegum yfirhalninga skipsins. Hossast. Getur stúlka haft nokkurt vit á skáldskap sem talar svona barnalegum rómantík hafsins? Og þér ætlið að vera hér í húsinu í vetur? Já, ef ég kemst inn í skólan. Ég segi við sjálfan mig, það er þá nógur tími. Þér ætlið í kennaraskólan? Já, það er meiningin. Það er leiðinlegur skóli. Nú, hvernig þá mætti ég spyrja? Kennslan er mest öll eintómar selvfølgihyðir. Hvað meinið þér? Til dæmis, hesturinn er spendýr með 4 fætur og 4 hófa í staðinn fyrir 8 klaufir og tagl í staðinn fyrir hala og hneggjar í staðinn fyrir að baula. Hafið þér verið í kennaraskólanum? Já, 1 vetur. Og ég skal segja þér mitt hjarta hreint. Ætlinni líki ekki vel að ég tala hreint hjarta. Ég kom þangað eins og hver annar bjartsýnn sveitapiltur en forðaðan örvæntandi mannhatari. Mikið af kennslunni er gagnslaust rusl sem kemur manni aldrei að neinu haldi í lífinu. Þetta er mestanpartinn andlaust puð. Og stemningin heldur áfram, síðar í kaflanum. Finnst þið lífið ekki dularfullt? Finnst þið ekki einhver annarlegur hljómur bak við þetta allt saman? Hafið þér aldrei heyrt níð aldanna? Nei, hvað er það? Það er músík lífsins. Hafið þér aldrei heyrt sætan óm í gömlu tóttarbroti eða einmana steini í fjallshlíð? Nei, aldrei. Þá hafið þér farið mikils á mis í lífinu. Þetta skal ég kenna þér að heyra ef þér verðið hér í vetur. Það gerir lífið svo miklu hugnæmara og dýpra og auðugra að heyra níð aldanna. Það eru aðeins örfáir menn í Reykjavík sem heyra níð aldanna. Hún lét höfuðið síga eilítið niður og breiddi báðar hendurnar dreifhvítar fram á borðplötuna og fór mikið hjá sér. Þá misti ég stjórn á mér eitt augnablik og fumaði hægri hendinni upp á borðröndina. En þóttist þá vera að strjúka af henni kusk og lét höndina aftur leka máttlausa niður á hnéð á mér. Það er allur tími enn til stefnu. Svo gerði ég mig heiðarlegan í andlitinu svo hann færi ekki að hugsa að ég hefði meint neitt ljótt með þessu. Og það var nokkur þögn. Ég starði vestur yfir borðplötuna, hún norður yfir hana, með allt sálarlífið skroppið út í vangan sem að mér sneri. Hvað á ég nú að segja fleira við hana? Nú fer hann að leiðast að þegja svona. Heyrðir, þér eruð frá bæ í Hrútafirði. Það er víst. Nú er það kannski ekki rétt. Jú. Ég spurði nú bara að því vegna þess að ég hef gaman af að vita hvort það er ekki hólmar í firðinum undan bæ. Mig minnir að ég hafi séð á korti út á Borðeyri í sumar. Jú, það eru nokkrir hólmar þar. Verpir þar ekki? Jú. Hvaða fugl? Æður og kría. Fáði mikið á dún? Dálítið. Þykirðu góð æðuregg? Já, með brauði og smjöri. Alveg eins og mér. Ég man alltaf hvað mér þótti æðuregg góð. Það kemur ennþá bragð fram í munnin á mér frá lönguluðnum sæludögum þegar ég hugsa æðuregg. En það er verst, maður má ekki éta nema lítið af þeim í einu. Þau eru svo þungmelt. Það er skemmtilegast að éta mat sem maður verður aldrei saddur af, eins og súran hval og hákarl. Kríegg eru miklu auðmeltar en æðuregg. Einu sinni átti ég 28 kríegg í einu með brauð og smjöri. Það var góð máltíð. Kríegg eru ennþá betri en æðuregg. Ég held kríegg séu bestu egg sem til í heimi. Hafðir ekki oft smakkað kríegg? Jú. Þóttu þau ekki góð? Jú, ágætt.
Að hverju hún að brosa? Ætlinni finnst ég skemmtilegur. Þau eru afskaplega góð. Skelfing eru dúnsængur hlýjar. Hafið þið nokk tíma sofið undir dúnsæng? Nei. Ég fór að hugsa hvað það væri gaman að liggja vakandi undir dúnsæng. Já, svona var nú það. Þetta var nú í Bergshús. Á þeim árum urðum við ástfangni. Og elskuðu svo lengi, kannski í áratugi. Já, ég haf bara ekki bætur út af þessari í fjölda ára. Þórbergur, hvað segir þú tónlist? Tónlist? Ég segi ekkert tónlist. Ég hef ekkert vit á tónlist. Ég hef gaman að svona stökum. Það er til svo ljómandi falleg upptaka. Já. Þar sem að þú syngur vísurnar þínar sósuna. Já. Eða sósurnar. Já, þær eru fallegar. Þær eru fallegar. Já. Og nú langar mig til að fá kunningja minn til þess að spila undir á gítar þegar þú syngur þetta. Nú. Værir ekki til með að gefa mig leyfi til þess að gera þetta? Jú, og hvað er hann? Þessi kunningi minn. Þessi kunningi minn? Nú ætlar að fá kunningja þinn. Nú, já. Og þú þarft ekki að syngja þetta aftur? Nei. Ég nota bara spóluna. Já. Er það ekki allt í lagi? Jú. Þá syngur Þórbergur Þórðarsson við gítarundirleik. Gítarundirleik? Hver heldur á gítarnum? Örn Bjarnason. Örn Bjarnason. Einmitt. Átt að segja. Það ber það svoleiðis fram. Örn Bjarnason. Örn Bjarnason. Trúbador. Já. Trúbador. Finnst þér það ekki fallegt nafn? Jú. Trúbador. Það er þá sem drýpur af. Sósurnar streyma sunnana, sósurnar trítla norðana, sósurnar labba austana, sósurnar æslast vestana. Sósurnar brjótast utan að, sósurnar bulla upp innan að, sósurnar falla ofan að, sósurnar læðast neðan að. Sósurnar æxlast allstaðar, allri mannkinn til bölvunar, öllum stund til ununar, öllum þó loks til þjáningar. Takk frá mér Guð, allt sósusull, seitar steikur og þvílíkt drull. Gefðu mér á minn græna disk, grautasleikju og óldinn fisk.